Komið þið sæl og verið velkomin í Háskólann á Akureyri í þessa rafrænu kynningu sem að hefjast. Núna ætlum við að kynna fyrir ykkur nám í kennarafræði. Með mér í dag er Helena Sjörup Eiríksdóttir, nemandi í kennaradeild. Hún er að ljúka sínu meistaranámi og var með áherslu á leikskólakennarafræði í sínu grunn- og meistaranámi. Með okkur í dag er líka Sólveig Elín Þórhallsdóttir sem er verkefnastjóri á hug- og félagsvísindasviði og mun geta svarað spurningum. Kynningin fer þannig fram að við munum hefja kynningu á örstuttri kynningu á háskólanum. Því næst mun Helena kynna kennaranámið og að því loknu munum við opna fyrir spurningar. Það er Q&A kassi á skjánum ykkar sem þið getið smellt á og sent inn spurningar á meðan á kynningunni stendur. Þá held ég að okkur sé ekkert að vanbúnaði og förum bara í kynninguna. Gjörið þið svo vel. HA er þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nánd við kennara er mikil og nemendur tínast ekki í fjöldanum. Hér er allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt er að nálgast alla sólarhringinn, bókasafn, rannsóknarstofur og mötuneyti. Á Akureyri er allt til alls. Við erum með stúdentaíbúðir sem er tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér er gott útivistarsvæði en Hlíðarfjall er auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa á tónleika eða leikhús og svo er auðvitað frítt í strætó til þess að flakka á milli allra afþreyingana og veitingastaðana sem er í boði. Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri er í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sér staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur eru þar sömu. Flestir hefðbundnir fyrirlestrar eru teknir upp og settir á kennsluvef. Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar, þar sem megináhersla er lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Próf er hægt að taka hér á Akureyri, í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. Já, hér á Akureyri erum við með kennarafræðiboði og menntunarfræði. Kennarafræði er grunnnámið okkar sem eru 3 ár og menntunarfræði er meistaranámið okkar sem eru 2 ár. Og bæði námsdegin eru með 2 kjörsvið, leikskólakjörsvið og grunnskólakjörsvið og byggist upp á lotukennslu. Í grunnnáminu mætið þið í lotu 2 sinnum á misseri og í meistaranáminu er það 3 sinnum. Og í grunnnáminu er það vika í senn, á meðan í meistaranáminu er það hafa það verið 3 til 4 dagar í einu. Í lotunum er mikil verkkennsla. Í grunnnáminu höfum við verið í útinám, nýta nærumhverfið hérna á Akureyri í kringum skólann til þess að vinna með börnum, læra að vinna með börnum og til dæmis í vísindasmiðju höfum við verið að skoða rafmagn og ljós og vinna með vatn og aðra þætti. Og meðan í öðrum tímum þá er mikil áhersla lögð á teymisvinnu, þar sem við erum að læra að vinna í hópum, þar sem í skólastarfinu fer mikil teymisvinna fram og unnin mjög náið með öðrum aðilum eins og í leikskólanum á deildinniðinni og í grunnskólanum með öðrum kennurum sem eru að kenna sama bekk og þú. Já, hvað segir Sólveig? Frábært. Hvað með svo vettvangsnám og svoleiðis? Farið ekkert út á vettvang til þess að kynnast skólastarfinu á gólfinu og slíkt? Jú, í grunnnáminu förum við í heimsókn á fyrsta árinu. Á öðru árinu förum við viku að hausti og viku að vori og þar tengjast námskeiðin sem við setjum í hverju sinni inn í það verkefnum. Þannig að við erum að framkvæma verkefni á vettvangi sem tengjast þeim námskeiðum sem við setjum í á þeirri stundu. Og á þriðja náminu þá er aðeins heildstæðara, kannski aðeins fleiri vikur þar sem við erum að fara á vettvang og sinnum búum til okkar eigin kennsluáætlanir út frá bara öllu náminu sem við höfum fengið hingað til. En svo er það 5. árið sem er þungamiðjan í þessu öllu saman. Þá erum við úti í heilt, hefur við verið núna í vetur, hún sérst nýleið, launaða starfsnámið. Þá erum við í skólanum í 1 ár, sérst 1 skólaár og upplifum bæði haust, vetur, vor. En hvað með ef þú kemst ekki
að í svona launuðu starfsnámi, getur það ekki lokið námiðinu eða hvernig virkar það? Jú, hérna á haustmisserinu þá voru nokkru sem komist ekki inn og þá tóku þau sem sagt gömlu leiðina eins og við sem að kalla hana. Þá eru þau á vettfangi í 15 vikur, þá er samblanda af æfingakennslu og vettfangsnámi á haustmisserinu. Okay. Og klárar það sem fyrir jól. Og þeir eru svo að vinna að ritgerð samhliða þessu öllu eða hvernig það? Já, það eru sem sagt 2 leiðir í boði núna á meistaranáminu. Það er sem sagt MED-leiðin, meistaranámi okkar sem hefur verið þekkt hingað til. Þá erum við að skrifa ritgerð, 30 eininga ritgerð eitthvað ákveðið viðfangsefni, oft rannsóknartengt. Og eins og núna með launuleiðinni þá er það mjög sniðugt að ef þú ert ákveður að gera starfendarannsókn eða eitthvað slíkt, þá ertu náttúrulega að geta nýtt rannsóknartíman á vettvangi líka leið. En svo er það nýja leiðin, það er MT-leiðin, þá sem sagt, sleppur því að taka ritgerð en sérhæfir þig inn á einhverju ákveðnu áherslusviði. Eins og í boði hjá okkur verður læsi, upplýsingatækni og skóli margbreytileikans. Þannig að þá myndirðu taka 3 námskeið, til dæmis eins og í læsi, sem tengjast læsi, þannig að þú færð svona kannski aðeins víðari sýn á læsið, ólíkar áherslur. Og meðan ef ég hefði skrifað ritgerð læsi þá hefði ég náttúrulega kafað dýpra í það frá ákveðnu sjónarmiði. Þannig að það eru bara bæði möguleikarnir góðir. Nákvæmlega. Eru einhverjar spurningar? Já, get ég breytt kjörsvið hvenær sem er? Í grunnnáminu þá er fyrsta árið að mestu sameiginlegt, óháð kjörsviði. Það er á haustmisserinu held ég 1 námskeið þar sem er svona meira fyrir leikskóla kjörsviðið og svo annar námskeið sem er fyrir grunnskóla kjörsviðið, en þú átt að geta hliðrað þessu eitthvað til allavega í grunnnáminu. Það er svona, já, fyrsta árið að mestu sameiginlegt, þannig að ef þú ert með valkvíða að haustmisseri þá hefur alveg möguleika að skipta yfir í hitt sviðið ef það er það sem þú vilt. Sérstaklega núna eftir að nýja leyfisbréflaun koma út. Já, þannig að hafa þau ekki líka ennþá meiri áhrif á það að þú þarft ekki að ákveða endilega, það er ekki orðið nelt í stein ef þú skráir því grunnskólakennarafræði en sér svo áhuga á leikskóla starfinu þá hefur þann möguleika út af nýju leyfisbréfum bjóða upp á það. Er það ekki skilið? Þá þarftu bara að hugsa þessa hæfni sem þú ert að sækja að, en eins og ég segi, fyrsta árið er sameiginlegt þannig að þá er það að fá svipað hæfni á fyrsta árinu. Já. Þannig að ef maður vill þá ætti það að ganga upp sko, en jú, nýju leyfisbréflögin sem sagt bjóði upp á fleiri möguleika þegar kemur þessu. Get ég lagt áherslu á enskukennslu eða leggur maður ekki áherslu á sérstök námskeið? Hér í Háskólanum á Akureyri erum við ekki með þannig að þú leggur áherslu á að verða íslenskukennari eða enskukennari eða listkennari, heldur svona aðeins víðara. Við tökum fleiri námskeið og erum svona að fara á allt sviðið. Ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta betur, heldur maður fær svona brotaði besta. En svo líka ef ég má skjóta inn í að því að það vill svo skemmtilega til að ég líka ljúka meistaranámi í menntunarfræðum og ef þú hefur áhuga á einhverju sérstöku að þá eru ótrúlega margir möguleikar í boði eins og ég til dæmis hef mikinn áhuga á félagsgreinum og samfélagsgreinum og slíkt og þá valdi ég bara, tók ég val áfanga inn á hug- og félagsvísindasviði. Þannig að ég er komin með svona ákveðna sérhæfingu og þekkingu líka og þetta er líka ef þú hefur til dæmis áhuga á tungumálakennslu eða slíkt þá getur þú verið til dæmis gestanemi í HÍ ef þú vilt hafa einhverja svona, ef þú vilt dýpka þekkinguna í einhverju ákveðnu svona áhuga sviði. Þannig að það er frábært að geta hafa þann möguleika bæði að taka valnámskeið innan skólans eða svo utan. Svo náttúrulega frábæru möguleika líka á skiptinámi, ekki gleyma því. Nemar hérna hafa verið að fara til dæmis einhverjir til Danmerkur og hafa talað vel sína reynslu í skiptinámi. Og það er bæði í boði sko að fara í bara svona heilstæðsskiptinámi í annarkvort 1 misseri eða 2 og svo líka hafa verið mjög spennandi tækifæri í boði í kennaradeildinni með svona minni námskeið, skiptinámskeið þar sem þú ferð kannski út bara 2 sinnum á misseri og ferð 10 einingar fyrir slíkt eða svoleiðis sem er frábært fyrir þá sem að vilja kannski ekki flytja í burtu allan tíman og hafa ekki tök á því, þá eru ýmis svona tækifæri sem að menn ættu klárlega að nýta sér og kynna sér. Já, það er líka einmitt sérstæðan við Háskólann á Akureyri, það er í boði að vera í sveigjanlegu námi. Nú hef ég sjálfur reynslu á því að vera hinum inn á landinu, búsett á Suðurlandi, að háskólinn er með svo góð tengsl við svona símenntunarstöðvar út á landi, eins og ég var í Háskólafélagi Suðurlands, þar sem er aðstaða fyrir okkur háskólanemana frá Akureyri að koma og læra og taka prófin okkar og
Þannig að við erum ekki bundin því að koma nema í lotunar. Ef það er það sem, eina sem við höfum tök á. Á meðan ég hef líka núna reynslu á því að vera á staðinum og þá upplifa maður skólasamfélagið náttúrulega allt annan hátt. En það er það sem, það er í boði og maður þarf bara að finna leið sem hentar sér. Nákvæmlega. Já. Ef ég læri annað en kennarafræði í til dæmis BA eða BS-námi og vill svo fara í kennsluréttindin, hvað get ég þá kennt í grunnskóla? Get ég bara kennt það sem ég lærði í fyrra námi eða hvernig virkar það? Sko, hingað til þá, nei, þá myndirðu að öllum líkindum að þú ert að fara að kenna í grunnskóla að vera, þú veist, ráðin inn sem kennari. Það er meira það í dag að fólk sé að kenna aðeins fleiri greinar heldur en akkurat þessa sem þú ert með þína menntun í. En margir reyna að sérhæfa sig og geta þá nýtt sinn sterka grunn í að kenna og reyna að velja störf sem í boði fyrir kennara innan grunnskólan sem þeir vilja að kenna, eins og þú segir, ef þú vilt vera með samfélagsfræði, þá eru mikla líkur á að skólinn reyni einhvern veginn að koma á mót við því, þannig þótt ég veit það nú ekki alveg. Nei, ég held að það sé bara rosa misjafnt eftir hvað í boði hverju sinni og ég held að kennara líka, þú veist, áherslan á námið svolítið þannig að við eigum að geta kennt hvað sem í rauninni og það svona, þú veist, að því að skólar náttúrulega ólíkir og þeir eru misstórir ef þú fer til dæmis kennarastarf í einhverju litlu sjávarþorp út á landi að þá þarftu að geta kennt allt í rauninni. Þannig að, en svo kannski líka, ég held að það sé líka mikilvægt átt að segja því að þegar maður fer fyrst út í kennslu þá færðu kannski ekki akkurat kennarastarfið sem þú vilt. Það er ekki í boði strax, þannig að maður þarf kannski bara að fá reynsluna í því sem í boði fyrst sinn og svo vinnum maður þessu upp eða sér tækifæri í því sem maður hefur sérfræði þekkingunni í sem hverju sinni. Þetta sé bara eftir í hvað starf í boði og hvaða möguleikar eru innan skólan sem þú sækir starfið hjá. Hvernig virkar styrkurinn fyrir meistaranámið? Já, ritgerðarstyrkurinn, góði. Það er 400 skallinn þessar ári. Það er nýtt. Það sem sagt hluti af aðgerðum mennta- og menningarmálaráðherra til þess að efla kennaramenntun og styrkja námið og auka eftirspurn í námið. Það sem virkar þannig að þú sækir styrk fyrir eins og það hefur verið núna, þetta er búið að vera einu sinni. Það sem skilar inn rannsóknaráætlun og þegar þú hefur staðist hana þar að segja og færð 400.000 króna styrk fyrir það. Svo skilar þau aftur umsókn þegar lokaverkefnið tilbúið og við fengið einhvern fyrir það og það er það aftur 400.000. Þetta hefur einungis verið í boði núna fyrir þá sem að skrifa 30 eininga lokaverkefni en ég veit til þess að það í skoðun að kanna, ég veit að það vilja allavega til þess að fyrir þá sem að fara NT-leiðina, þannig að það í skoðun en ég ætla nú ekki að fara að lofa neinu en eins og staðan núna þetta þessi styrkur einungis í boði fyrir þá sem skrifa ritgerð en ég hef heyrt að því að það í skoðun að kanna af því að ég held að viljinn sé alls ekki að stýra því í hvaða nám þú ferð nákvæmlega. Þannig að ég vonast til þess allavega að þessu verði breytt þannig að allir hafi tök á því að fá styrkin. Algjörlega. Og ef það eru engar fleiri spurningar þá þurfum við að segja þetta gott í bili hér í dag. Er eitthvað sem þú gleymt hérna eða? Ég langaði bara að minna ykkur á að félagsliðið í Háskólanum á Akureyri er frábært. Já. Hérna er ótrúlega skemmtileg menning það að þú ert ekki bara hluti af þinni eigin deild, heldur þú ert hluti af háskólasamfélaginu og óháð því hvaða deild eða námið þú ert í þá ertu partur af þessu skemmtilega félagslífi hér. Þannig að það er einstakt samfélag í Háskólanum á Akureyri, myndi segja það? Já, ég myndi segja að samfélagið hér í Háskólanum væri einstakt og með fullt af skemmtilegu viðburðum og ég hvet allir til að koma í Háskólanum á Akureyri. Frábært, þá látum við þetta vera loka orðin og minnum á að umsóknarfrestur til 15. júní. Þið finnið allar upplýsingar námið á önag.is og ekki hika við að hafa samband við okkur ef það vakna einhverjar spurningar eða eitthvað óljóst. Takk fyrir okkur í dag.